Sigmundur Davíð, þið haldið áfram að bæta við ykkur og þú myndir örugglega óska þess að þið yrði kosið á morgun svo að þetta myndir nú ekki takast. En hver eru þín? Við höldum áfram að bæta við ykkur svona kosningu. Já. En það er auðvitað ómögulegt að segja það. Þetta mun sveiflast einhvað. En það sem er ánægjulegt við þetta er að það sýnir að mjög margt fólk er sammála okkur þá forgangsröðun sem er nauðsynleg eftir kosningarnar. Og það sýnir líka að mjög margt fólk er sammála okkur það er hægt að breyta hlutunum mjög hratt til eins betra. Og það er mikilvægt vegna þess að þetta verður ekkert auðvelt eftir kosningarnar. Men munu þurfa að vinna allir saman að því að byggja hér upp. En mjög margir trúa á það með því að taka réttar ákvarðanir og fylgja þeim eftir að festu, þá sé hægt að breyta hlutunum mjög hratt til eins betra. Svo það er mjög gott veganest í kosningarnar og framhaldið. Kjör heimilina, skuldamál heimilina er það sem að brennur á fólki og leiðrétting á skuldum heimilin og hver eigi að borga fyrir þá leiðréttingu. Sigmundur Davíð, ætlum við byrjum ekki á þér. Þið hafi verið gagnrýndir fyrir það framsóknarmenn að vera með kosningaloforð sem að sé ekki innistæða fyrir. Það er að segja að þið ætla að leiðrétta skuldir heimilana og það sé ekki til fyrir því. Viðbrögð þín, byrjum á því. Já, það kemur sér reyndar vel þegar að viðbröðin eru þessi að vera komið með reynslu af því vegna þess að þetta eru nákvæmlega sömu viðbrögð og við sáum strax í byrjun árs 2009 þegar við lögðum fyrst til að í þetta yrði ráðist og fórum þá reyndar út í það að sýna útfærðar leiðir það hvernig væri hægt að framkvæma þetta. Í millitíðinni held ég að flestir hafi viðurkennt að þetta hafi verið framkvæmanlegt á sínum tíma og menn hefðu betur farið þá leið. En á þeim tíma voru viðbrögðin nákvæmlega þau sömu og núna. Þetta var sagt óábyrgt, það var stöðugt fullyrt að ríkið ætti að bera allan kostnað, enda þótt það kæmi skýrt fram í tillögunum þá eins og núna að þetta væri ekki kostnaður sem að myndi lenda á ríkinu, heldur þvert á móti, það væri mikilvægt fyrir ríki líka að koma þeirri til móts við heimilin og þau gerði í stakk búin til að vera þáttakendur í efnahagslífinu. Svoleiðis að kostnaðurinn, þau rök, að ríkið hafi ekki ráð á þessu, ekki aðeins eru þau röng, heldur þvert á móti, þetta er mikilvægt fyrir ríki líka að koma verið til móts við heimilin. Það var spurningin framkvæmdina. Og við sáum að þetta var hægt á sínum tíma, áður en að bönkunum var skipt upp, svo voru þetta gerð alveg gífurleg mistök við uppskiptun á bönkunum og ég ger ekki ráð fyrir að þú gefur mér tíma til þess að fara í gegnum það hérna. En spurningin sem stendur eftir, er hægt að gera þetta þrátt fyrir að bönkunum hafi verið skipt upp, þrátt fyrir að þetta sé orðið flóknara en það var. Og svarið við því er já, vegna þess að kröfurnar á bankana eru enn til staðar og ekki bara eru til staðar ennþá. Þær eru búin að skipta hendur að langmestu leyti. 80-90% af þessum kröfum eru núna ekki lengur hjá þeim sem að töpuðu á því að lána gríðarlegt fjármagn til Íslands. Þær eru hjá vogunarsjóðum, svokölluðum hrægammasjóðum, sem hafa hagnast gríðarlega á því að kaupa upp þessar kröfur og gerðu það vitandi að þeir kæmist aldrei með allt þetta fjármagn út aftur vegna þess að þeir voru að kaupa kröfur og gjaldþrota fyrirtæki í landi sem væri gjaldeyrishöftum. Þess vegna hefur alltaf verið talað að þyrfti að fara í nauðungarsamninga við kröfuhafana. Það er beinlínis talað það frá upphafi að það þurfi að semja við þá með hvaða hættir fara út. Og nú heyrist mér allir, ég hugsa allir hérna fulltrúar flokkana séu komin inn á það að þeir þurfa að fara út með verulegum afslætti. Þeir þurfa að gefa verulega eftir. Og þá stendur eftir spurningin hvernig á að nota þennan afslátt og er ekki rétt að hann sé notaður að minnsta kosti meðal annars til þess að koma til móts við heimilin sem að fram að þessu hafi verið látið bera hitan og þungan af efnahagshruni. En er ekki munurinn á þér og hinum framboðunum sá að þú ert að lofa því að taka einhverja peninga sem ekki er í hendi til þess að greiða niður skuldir fólks? Er það ekki staðreyndin? Eins og ég var að segja við áðan, þá eru, held ég þori ekki að fullyrða það, en mér hefur heyrst að fulltrúar allra þessara flokka og reyndar seðlabankastjórinn líka séu komin inn á það að það þurfi verulega eftirgjöf. Verulega afskrift áður en að hægt er að hleypa þessum kröfuhöfum vogunarsjóðunum út með hluta af fjármagninu og aflétta gjaldeyrishöftunum. Og þá stendur bara eftir spurningin hvernig á að nota þetta svigrúm sem þarna verður til og við hljótum að geta verið sammála það að heimilin sem að hafa fram á þessu verið látið bera þetta fullum þunga. Njóti góðs á því. Síðan varandi að þetta sé á einhvern hátt óábyrgt, ég svaraði hérna reyndar hérna áðan, þannig að þar spörum við tíma. Formaður Sjálfstæðisflokksins reyndar heldur því fram að þetta sé fugl í skógi, þannig að það sé ekki á þetta að treysta. Vandamálið er bara að þessi fugl Það er þannig, þú talar sjálfur að þetta séu samningar. Já, þetta eru samningar, en vandamálið er að fuglinn er hrægamur og við þurfum að grípa hann áður en hann fer í hreiðrin. Og ef við gerum það er eins og ég hef nefnt hérna bæði þessum þættu áður, við höfum öll tækin til þess. Ef við gerum það, þá er þetta svigrúm til staðar. Og er þá ekki eðlilegt að nýta til að koma til móts við heimilin vegna þess að jafnvel þó menn ætlaðu að nýta það í aðra hluti
sem að væri á vissan hátt óeðlilegt vegna þess að það eru heimilin sem að stóð undir þessu. Jafnvel þó menn ætlaði að nýta það í aðra hluti eins og að byrja á því að greiða niður skuldir ríkissjóðs. Já, hverjir munu á endanum borga niður skuldir ríkissjóðs? Það eru heimilin. Og ef að heimilin ekki aðstöðu til þess að vera virkir þátttakendur í efnahagslífinu, þá fer hér ekki af stað sú verðmætasköpun sem nauðsynleg til þess að standa straum af skuldum.